Við skulum nú íhuga orð Guðs í predikuninni Framtíð himinsins og framtíð heimsins. 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간 가져보도록 하겠습니다. Áhrifamestu leiðtogar heims komu saman á sérstökum fundi. 모여서 사교 모임을 이제 가졌다고 합니다. Eitt helsta umræðefni þar var framtíðin. 대화 중에 하나가 미래에 대한 것. Hvað verður þennan heim í framtíðinni? 어떻게 될 것인가? Hversu langt mun tæknin þróast í framtíðinni? 발전은 어디까지 갈 것인가? Hvernig mun líf okkar breytast í framtíðinni? 인간의 삶은 어떻게 변한가? Þannig snerust umræðurnar framtíðina. 얘기들로 이어졌다라고 합니다. Eftir að hafa heyrt þetta fór ég að hugsa, hvernig verður framtíð okkar? 우리의 미래는 과연 어떨까? Allir, eru þið ekki forvitin? Ef við berum lífið í dag saman við lífið fyrir 10 árum, sjáum við miklar breytingar. 어떤 생활을 비교해 보면 많은 것이 지금 달라져 있습니다. 과거에는 굉장히 Störf sem áður voru mjög vinsæl eru nú talin minna mikilvæg. 지금은 중요하게 여겨지지 않는 이런 어떤 현상들도 많이 빚어지고 있습니다. Með innreið gervigreindar, hinnar byltingarkenndu tækni, verður framtíð mannkyns óhjákvæmilega takmarkaðri. 자꾸만 이제 들어오다가 보니까 사람의 미래는 점점 모든 것이 좁아질 수밖에 없습니다. Hvort dýrara nú til dags á sjúkrahúsi, aðgerð framkvæmd af manni eða af gervigreind eða vél? 수가가 높을까요? 아니면 AI나 이런 기계들이 수술하는 수술비가 높을까요? 이 기계가 하는 Vélstýrðar aðgerðir eru mun nákvæmari og með mun lægri villutíðni. 훨씬 더 그 실수율을 낮출 수가 있고 기계가 Gervigreindar aðgerðir eru taldar mjög efnileg aðferð í læknisfræði. 굉장히 그것도 유력한 그런 어떤 수술로 알고 있습니다. Þetta er þó ekki enn orðið almennt. 보편적으로 보급이 되지 않아서 그렇죠. Menn eru þegar farnir að dragast aftur úr á því sviði. 벌써 이제 밀리기 시작합니다. Gervigreind, spilar eitt sinn góði mann, er það ekki? 인공지능이 AI가 바둑을 한번 둔 적이 있었죠. Mikið var fjallað þetta í heimsfréttunum. 회자된 적이 있었습니다. Búist var við sigri mannsins, en hann tapaði öllum leikjum nema einum. 가지고 딱 한 번 사람이 이긴 그런 어떤 기록을 남겼습니다. 그 Síðan þá er gervigreind orðin samofin lífi okkar. 우리가 살고 있는 이 삶 속에 너무나도 지금 깊숙이 침투하고 있습니다. Gervigreind sinnir nú forritun og tæknivinnu tölvusérfræðinga. 코딩 기술이라든지 컴퓨터 전문가들이 했던 이런 기술들이 AI가 전부 하니까 Því segja fyrirtæki í Kísildal og öðrum löndum upp fólki í þeim störfum. 그 국가에서 그런 직종에 있는 사람들을 퇴직을 시킵니다. Hvernig hafa vélar áhrif á öll störf sem menn áður sinntu? 전부 어떻게 합니까? 전부 지금 대신 Þær eru nú að yfirtaka allt. 미래를 Svona framtíð er okkur stöðugt sýnd. 보여주는 겁니다. Þess vegna þurfum við að íhuga hvers vegna Guð segir, veri ekki of hænda hinu jarðneska. 정말 우리가 한번 생각해 봐야 될 어떤 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. Heilbrigðisfólk er þegar farið að dragast aftur úr á spítölum. Hvað með fólk í hernum? Áður fyrr var herstyrkur þjóða oft metinn eftir fjölda hermanna. 모든 국가에서 그 군대의 어떤 힘의 우위를 결정하는 지표로 많이 삼았습니다. En núna sjáum við ekki vélmennahunda og önnur vélmenni leysa menn af hólmi þar sem okkur skortir færni. 사람의 어떤 부족한 부분들을 대체하고 있지 않습니까? Ég er ekki hér til að halda fyrirlestur gervigreind í dag. En þegar ég lít til framtíðar mannkyns velti ég fyrir mér. 과연 인류가 지구상에서 Hve langur tími er eftir þar til ekki er lengur þörf á mannkyninu á jörðu? 생각이 들기 때문입니다. Aldraði búa ekki með börnum sínum því þeir vilja ekki vera þeim til byrði. 부모님들이 폐를 안 끼치려고 말이에요. 그렇게 Fjöldi aldraðra sem búa einir eykst ár frá ári. 독거 노인의 인구가 해마다 지금 증가되고 있거든요. Það væri gott ef börn þeirra kæmu ofta annars þau, en börnin sjálf eiga erfitt og geta því ekki heimsótt þau oft. 자녀들은 또 자신들 또 살아가기에 또 힘겨워서 허덕거리느라고 자주 또 와서 들여다보지도 못합니다. Því sendir ríkið út aðstoðarfólk, en þetta er nú að breytast, er það ekki? 보내주긴 합니다만 이 일조차도 지금
어떻게 바뀌고 있습니까? Jafnvel í nágrannalöndum eins og Japan öllu skipt út fyrir vélmenni. 지금 또 바뀌고 있습니다. Aldraðir ræða við vélmenni. 여러분 AI Ef þið kveikið á gervigreind og segið, segðu mér sögu, þá henni sama. Í hvert skipti segir hún þér sögu. En biðjirðu manneskju slíkt gæti hún sagt, af hverju ertu að angra mig? Þeim þykir það íþyngjandi og mislíkar. Samfélagi færist nær þessari framtíð. Jafnvel hermönnum skipt út fyrir vélmenni. Ekki þörf á mönnum. Gervigreind framkvæmir jafnvel skurðaðgerðir. Minni þörf á fólki. Bílasamsetning krefst varla mannafla. Verkamenn mótmæla. Biðja hærri laun og fleiri frídaga. Þeir hafa margar kröfur. En þegar vél keypt vinnur hún óþreytandi, allan sólarhringinn, alla daga ársins. Hvað finnst á fyrirtækjaeigendum? Munu þeir ráða fólk eða reiða sig á gervigreind eða vélmenni? Samfélagi stefnir smám saman í þessa átt. Sumir hugsa kannski, getur fólk þá ekki lifað þægilega fyrst það þarf ekki að vinna? Það ekki rétt því fólk mun missa vinnuna. Á öld gervigreindar heyrist oft sagt, gullöld mannkyns, tími okkar á jörðu að renna út. 이 땅에서 살 수 있는 시간들이 굉장히 참 얼마 남지 않았다라고 이 AI 시대에 와서 그런 얘기를 종종 이렇게 듣게 되거든요. Hins vegar þýðir þetta ekki að ég segi yður að lifa svartsýnu lífi. 이렇게 말씀을 드린 것이 아닙니다. Hverjir eru þá hamingjusömustu menn á jörðinni í dag? Hvers konar lífi lifa þeir? 사람들이 가장 행복할까? Einu sinni bað ég gervigreind að gera tölvumynd af nýju Jerúsalem, ferhyrndri, sem stígur hægt af himni, og það tók innan við 5 mínútur. 아주 천천히 내려오는 모습을 한번 그 CG로 만들어 줘 하니까 만드는데 5분이 안 걸려요. Ég spurði fólk í tölvugrafík, hvað tæki langan tíma að gera slíkt án gervigreindar og þau sögðu, 하게 된다면 어느 정도 걸리냐 하니까 að minnsta kosti nokkrar vikur. 정도는 걸릴 겁니다. Það sem gervigreind gerir á 5 mínútum tekur mann vikur að klára. Ég bað hana líka að skrifa. Ég bað gervigreind ljóð fórnmóður, svo hjartnæmt að ég brast í grát. 이건 정말 눈물 쏟아지겠습니다. Ég hef gaman af ljóðum og hef lesið mörgum mæður. 어머니에 대한 시는 뭐 굉장히 많이 봤습니다만 이런 감동 En aldrei hef ég lesið jafn hjartnæmt ljóð. 보지를 못했어요. Ef ég bið gervigreind að semja ljóð, gerir hún það á innan við sekúndu. 1초도 안 돼 가지고 다 만들어 주죠. 연말이 돼서 Ef ég bið gervigreind, ég fer á viðburði í árslok. 하는데 연설문 하나 만들어 Semdu ræðu fyrir mig, semur hún eina samstundis, mun betri en þá sem ég skrifa eftir margra daga yfirlegu. 훨씬 더 우수합니다. Hver myndi þá ráða mann? 누가 사람을 쓰겠습니까? Hún semur ljóð vel. 음악 Hún einstaklega góð í að semja texta og tónlist. 여러분 이런 어떤 Allir, við lifum á slíkum tímum. 우리가 지금 살고 있습니다. 이런 Þetta fær mig til að hugsa, fólki sem notar þetta býr nú í nýjum heimi. 살고 있구나 하는 그런 생각이 참 듭니다. Því velti ég fyrir mér hve lengi þessi gullöld mannkyns varir. 어떤 그 골든 타임이라는 것이 과연 이게 앞으로 어느 세월까지 갈까 말이에요. 어떤 Sumir segja 10 ár, sumir 20 ár, en flestum umræðum mannkynið skortir skýra niðurstöðu. 삶에 대해서 이 방향을 잡지 못하는 얘기들이 거의 대다수였습니다. 근데 En sama hversu háþróið gervigreind verður, getur hún lýst himnaríki. 천국을 Getur hún komið í stað þess sem í himnaríki. 천국에 대한 내용을 대신할 수 있습니까? Það jarðneska kann gervigreind að leysa af hólmi, en það himneska verður aldrei leyst af hólmi. 하늘의 것은 결단코 대치되지 않습니다. Þess vegna eru vitrastir þeir sem búa sig undir himnaríki og sækjast eftir því. 준비하는 사람들, 천국을 향해서 달려가는 사람들. Segjum að einhver hafi lært ensku í 10 ár, en veistu hvað að gerast? 웬걸요?
Ef þú spyrð snjallsímann þinn, hvað kostar þetta, svarar hann strax með réttri enskri þýðingu. 제대로 그 자리에서 금방 말이 나오는데. Þú lærðir ensku af kappi og kannt loks how much is it. En þegar þú spyrð gervigreindina, þýðir hún strax yfir á hvaða mál sem er. Þýðir hún bara yfir á ensku. Það þýðir líka á spænsku. Það þýðir líka á portugalsku. Við lifum á tímum þar sem hægt er að þýða tugi tungumála samstundis. Hvað verður þá enskuskólana? Þeir loka smám saman. Framtíð mannkyns ekki að verða sífellt hindraðri og takmarkaðri á allan hátt? Framvegis verður kannski engin þörf á kennurum, prófessorum eða skólum. Þetta er ekki mín skoðun, heldur hvernig heimurinn í dag sér framtíð heimsbyggðarinnar. Því ef þú spyrð gervigreind, veitir hún 10, 100 sinnum ítarlegri upplýsingar en skólar. Ef þú spyrð gervigreind, hvað er Trafalgarorrustan, svarar hún þér strax. Þegar þú biður, segðu mér frá hetjunni, aðmíráli í sundsinn, gefur hún allt á augabragði, frá fæðingarári til afreka og atburða á valdatíma Sjónjó konungs. Munu nemendur enn leita til kennara. Þetta er framtíð jarðarinnar. En hvað með framtíð okkar á leið til himnaríkis? Nú til dags hefur fólk allskyns glæsileg störf, en það mun tapa öllu fyrir kerfi sem kallast gervigreind. Hvað með okkur? Hvað framtíð okkar varðar, sýnir Biblían að Guð hefur búið allt fyrir sín ástkæru börn. Þá skiljum við, Guð okkar sér endirinn frá upphafi. Faðir og móðir gáfu okkur þessar kenningar til að leiða börn sín til mun betri heims. Við ættum ekki að líta á þetta aðeins sem félagslegt fyrirbæri, heldur hugsa, þetta er framtíð jarðarbúa. Hvað þá framtíð þeirra sem horfa til himnaríkis? Við verðum að íhuga þetta vel. Hví leyfði Guð Ísraelsmönnum að ganga í gegnum þrautir í eyðimörkinni? Til að blessa þá. Þetta ekki ritað í Biblíunni? Þar sem Guð skapaði líf okkar í dag til að gera framtíðina hamingjusamari og leiða okkur til eilífrar dýrðar. Byggi þess að við öll, sem himnesk fjölskylda, horfum ekki aðeins á nútíðina, heldur hlaupum kostgæfilega með framtíðina í huga. Við skulum skoða Jesaja 46:10. Í Jesaja 46:10 segir Guð: Ég kunngjörði endalókin frá öndverðu. Hann kunngjörði endalókin frá öndverðu, það frá sköpuninni. Því Guð veit allt þetta, segir hann, farið aldrei afvega, heldur fylgi þeirri leið sem ég býð ykkur. Guð þvingar okkur ekki til hlýðni. Hann vísar okkur veginn vegna blessunar bjartrar framtíðar. Samt hugsar fólk, þarf ég að lifa stranglega eftir orði Guðs? Verður lífið ekki kæfandi og stíft ef ég geri það? Þegar þeir lesa orð Guðs án þess að skilja merkingu þess, halda þeir ranglega að þeir lifi kúgaðir, hamlaðir eða takmarkaðir frá því að gera það sem þeir vilja. Frá upphafi hefur Guð þráð að gefa okkur hamingjusamasta lífið. Guð hefur viljað gefa okkur það fallegasta. Þess vegna leiðir Guð okkur á veg sannleika nýja sáttmálans. Því verðum við að fylgja þeim vegi náðsamlega og meðtaka dýrð hins eilífa himnaríkis.
영광 그것을 다 얻을 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. 나중에 AI가 Hvað gerist ef gervigreind fer að prédika? 어떻게 될까요? 그러니까 모든 것이 지금은 Því má segja að nú sé gullni tíminn til að helga okkur Guðspjalli Guðs af kostgefni. 타임의 시간이라고 볼 수 있겠습니다. 이런 시간들이 Ef þessi tími líður munu öll þessi hlutverk færast frá mönnum yfir á vélar. 기계에게로 전부 다 옮겨지게 될 것입니다. Áður en það gerist, hvet ég ykkur til að gera ykkar besta í trú þegar þið hafið hlutverk og tækifæri. 최선을 다하는 신앙이 다 되시기를 부탁드리겠습니다. Skoðum aftur vers 10. Ég kunngjörði endalókin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Ég segi, ákvörðun mín stendur, ég geri allt sem mér þóknast. 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라 하고 있습니다. Guð hefur undirbúið allt, alla atburði og aðstæður sem eiga sér stað á þessari jörð til að framkvæma vilja sinn. 일어나는 모든 현상들, 상황들 옛날에는 Áður skrifuðu menn skáldsögur, en nú eru gervigrindasögur vinsælar. AI 소설이 인기가 있습니다. Allir, gervigreind tekur nú við verkum sem menn sinntu áður. 지금 다 진행하고 있거든. 얼마 전 Nýlega birtist alvarleg frétt próf þar sem svör voru skrifuð með gervigreind. 뉴스에 몇번 이렇게 심각한 Þegar gervigreind tekur próf, fær hún nær fullt hús. 시험 보면 거의 만점입니다. 이 Þar sem öll þekking þessa heims er í henni er eðlilegt að hún fái fullkomna einkunn. 뭐 당연히 만점 될 수밖에 없겠죠. Þegar við sjáum þetta verða að samfélagsmálum, veltum við fyrir okkur, hver verður framtíð þeirra sem sækjast aðeins eftir jarðlífinu? 어떤 삶을 추구하며 살아가는 사람들의 미래와 천국을 사모하면서 Og hver verður framtíð þeirra sem þrá himininn og leita himnaríkis? 그건 어떨까? 이거 생각해 보지 않을 수 없는 부분입니다. Ég er ekki hér sem kennari í gervigreind, en þetta er veruleiki samtímans. 지금 시대가 그렇습니다. Þekkingin er yfirfull. Því öll þekking mannkyns er nú geymd í tölvum og aðgengileg með gervigreind. 컴퓨터 속에 들어가 이 AI를 통해서 사용할 수가 있는 그런 시대가 되었기 때문에 과거에는 Áður fyrr var þekking miðluð af kennurum, prófessorum og fræðimönnum. 컴퓨터를 통해서 지식이 전달이 되었습니다. Hins vegar er það ekki lengur raunin. Þegar prófessorar halda fyrirlestra nú, kveikja nemendur á gervigreind, athuga það strax og segja, prófessor, dagsetningin er röng eða þetta er önnur manneskja. Því segja sumir prófessorar, það er erfitt að vera prófessor vegna þessa. Guð sá fyrir frá upphafi að mannkynið myndi lifa á slíkum tíma. Þess vegna kom Guð aftur til jarðar á tímaskeiði heilags anda. Hinn himneski faðir og hinn himneska móðir hafa gefið öllu mannkyni tækifæri til að safna fleiri launum á himni í stað veraldlegra græðgi, þekkingar og stærilætis, er það ekki svo. Þess vegna gaf Guð öllu mannkyni opinberunarbókina 22 fyrir bjarta framtíð okkar. 22 kapli 17 vers. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyri segi, kom þú, og sá sem þyrstur er, hann komi. Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Fyrir bjarta framtíð okkar hefur Guð komið til jarðar sem andinn og brúðurinn. Guð hefur boðið öllu mannkyni að koma til andans og brúðarinnar og sagt, ef þú ert þyrstur, ef þú ert þreyttur, ef þú ert lífsleiður, ef þú vilt sannleikan, hver sem þú ert, komdu þá til mín. Einhvern daginn koma takmörk þessarar jarðar í ljós. Hins vegar er framtíð himnaríkis ekki svið sem gervigreind getur tekið yfir. Sá tími mun koma að aðeins þeir lifa af sem vona á himnaríki og búa sig undir það. Við skulum skoða 2. Korintubréf 3. Kapla 6. Vers.
3 kapli 6 vers. Guð hefur gert mig, hvernig hefur hann gert mig, hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki ritaður á bók heldur hann andlegur, því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Hvers konar framtíð vill Guð opna mannkyninu með nýja sáttmálanum? Engin dauði framar, engin sorg, engin grátur, engin sársauki, heldur aðeins eilíf gleði. Guð kunngerir okkur nýja sáttmálan til að gefa okkur heim þar sem aðeins eilíf og ævarandi dýrð mun opinberast. En fólk heimsins telur mat og önnur mál brýnni og helgar þessu því ekki mikinn tíma. Ef við, vegna sannrar framtíðar, gefum aðeins ófullnægjandi skerf, helgum 9 og 9 lífsins veraldlegum málum og aðeins 1 afgangstímans því sem raunverulega skiptir máli. Þá komin tími til að endurskoða og íhuga gildismat okkar framtíðina. Hví gerði Guð oss að starfsmönnum nýja sáttmálans? Það hinn mikli vilji Guðs að leiða okkur með nýja sáttmálanum í heim þar sem dauðinn ekki framar til. Til að veita okkur heim án sársauka, þar sem allri þjáningu, angist og sorg á jörðu linnir, minnir Guð okkur á. Verði starfsmenn nýja sáttmálans og kunngjöri sannleika hans öllu fólki. Lítum á opinberunarbókina 21:4. Skoðum vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri, hvað hann að gera? Alla hluti nýja og hann segir, hvað sagði hann? Rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Guð hefur kallað oss í sannleika nýja sáttmálans til að opna náðarheim þar sem hvorki dauði, sorg, grátur né sársauki. Kalla ekki andinn og brúðurinn á mannkynið og segja, komi til mín. Vegna annars skortir oss frítími og því finnst oss oft skorta tíma til að hugsa andlega. Lifum við samt ekki í dag með von að morgundagurinn verði betri en í dag? Þá gætum við spurt, hvernig verði ég í framtíðinni, eða hvernig verður líf mitt í framtíðinni? Varðandi framtíðina ættum við enn á nýja rýna í trúarveginn sem við göngum. Þeir sem horfa aðeins til framtíðar þessarar jarðar munu mæta takmörkunum og koma að lokuðum dyrum. Jafnvel þótt umhverfið á þessari jörð verði miklu betra, þá getur það ekki verið okkar að eilífu. Þótt framtíð okkar í þessum heimi endi með brottför okkar eftir 70 eða 80 ár, hvað með framtíð okkar í himnaríki? Það eilíf og óendanleg framtíð. Þetta heimur þar sem hvorki dauði né sorg til, heimur þar sem alltaf ríkir gleði og friður. Heimur þar sem nýir hlutir skapast á hverjum degi og heimur þar sem hvorki sársauki né sorg. Guð sjálfur kom til þessarar jarðar til að opinbera sannleika nýja sáttmálans svo að hann gæti veitt okkur slíkan dýrmætan heim. Samt segjum við, ég hef heyrt þetta frá prestinum, ég hef skoðað það á YouTube og ég hef lært það í biblíunámi. Þess vegna ég fullur af þekkingu. Við ættum ekki að hugsa svona. Til að koma í veg fyrir að Satan tæki þennan sannleika frá okkur, faldi faðir okkar og móðir hann í dæmisögum.
빼앗김 받지 않도록 Spádómum og sögu vafði hann í mörg lög, svo að sönn merking hans yrði fullkomlega hulin öllum nema börnum himnanna. 포장지에 사서 하늘 자녀들 외에는 진짜 정체를 Þess vegna sögðu lærisveinarnir við Jesú, það væri auðveldara ef þú segði bara skipta að sé A og B sé B, í staðinn talar þú í hringi og fær fólk til að velta fyrir sér, er þetta það? Eða er þetta þetta? 이것이 그것인가 그것이 이것인가 Þeir spurðu, hví talar þú í dæmisögum svo að menn geti ekki skilið? 천국의 비밀을 Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. 되었기 때문이다. 우리에게 Okkur hefur verið veitt slík sérstök forréttindi og velvild og náð Guðs er að verki. 수많은 어떤 하나님의 은혜가 작동하고 있는데도 감사할 줄 모르고 당연히 여기 Við ættum ekki að taka það sem sjálfsagðan hlut, vanrækja að þakka og einfaldlega sækja kirkju án trúar. 이런 어떤 우리의 신앙이 돼서는 안 되겠다라는 Ég bið innilega þess að þetta nýja ár verði ár þar sem við helgum hjarta okkar, sál, huga og styrk því að elska Guð, 드려서 elska náunga okkar, elska bræður okkar og systur og elska fagnaðarerindið og að við megum í gegnum það halda áfram inn í endurnýjaða framtíð. 진실로 사랑하는 어떤 한 해로서 새롭게 미래를 펼쳐갈 수 있는 해가 되었으면 좋겠어요. Förum yfir í kafla 22. 22장으로 한번 Þótt Guð hafi hannað og undirbúið svo margt dásamlegt fyrir okkur, þá skortir sumt fólk stundum trú á þetta og horfir bara á núverandi aðstæður sínar. 여기에 대한 Það er virkilega dapurlegt að sjá slíkt fólk. 현실만 바라보게 되는 삶이 때로는 답답하기 그지없습니다. 22장 Kafli 22, vers 1. 또 제가 Og hann sýndi mér móðu lífsvassins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins, eftir miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Í hverjum mánuði ber það ávöxt sinn. Blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Engin bölvun mun framar til vera. Og hásæti Guðs og lambsins mun vera í borginni og þjónar hans munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa hvorki lampaljós né sólaljós því að drottin Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Allir slík er framtíð okkar. Þar sem það stendur í Biblíunni er það ekki aðeins heimild. Þetta er spádómur okkur. Sem aðalpersónur þessa spádóms lifum við sannarlega í dag í samræmi við spádóm Guðs. Ættum við ekki að hugsa þetta mál andartak? Guð hefur unnið öturlega og af fullri athygli að undirbúa þessa björtu framtíð fyrir okkur. En hvað ef börn hans sóa tíma sínum í ranga hluti og láta hjörtu sín fyllast af því sem mun farast? Ég trúi að svo megi aldrei verða. Þess vegna ritaði Páll postuli mikilvæg orð í síðara Korintubréfi 4. Lítum nú í síðara Korintubréf 4. Kafla 4 kafli 16. Vers. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín, hinar litlu þrengingar, er skammvinn og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega heldur, á hvað horfi ég? Hið ósýnilega, hvað þýðir hið ósýnilega? Gefur það ekki til kynna það sem tilheyrir himnaríki? Hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega. Hvernig er hið ósýnilega? Eilíft. Ef við þekkjum framtíðina sem Guð hefur búið fyrir okkur og lifum í dag með þann skilning, þá mun lífið ekki virðast þungbært, hversu erfitt og þreytandi sem það er. Dýrlegur heimur bíður okkar og dýrleg loforð eru okkur búin. Við megum ekki líta á þau sem einungis orð skráð í Biblíunni. Allt þetta verður að veruleika. Ég bið þess að þið, með þeirri trú, taki náðarsamlega á móti nýja árinu sem faðir og móðir hafa búið fyrir okkur.
Margar frásagnir af trú eru skráðar í Hebreabréfinu 11. Kafla. Lítum á Hebreabréfið 11. Kafla 6. Vers. Ógerlegt er að þóknast Guði án trúar. Er ekki svo ritað? Þessi heimur á sér framtíð, en Guð hefur einnig áformað og undirbúið framtíð fyrir börn heimins. Við verðum að eignast staðfasta trú á þá framtíð. Heilagir frumkirkjunnar þoldu harðar ofsóknir. Stundum var þeim varpað fyrir ljón í rómverskum hringleikahúsum og stundum voru þeir teknir af lífi, brenndir sem mannkindlar. Engu að síður iðruðust þeir ekki lífsins. Hver var ástæðan? Var það ekki vegna framtíðarinnar sem Guð hafði lofað þeim? Því þeir höfðu trú. Þeir sem skorta trú á framtíðina geta oft hvorki lifað sönnu trúarlífi né lifa rétt í þessum heimi. Þóknust Guði árið 2026. Sönn framtíð okkar er hið náðuga og dýrlega himnaríki, þar sem hvorki dauði né sársauki er framar til. Eins og ritað er í 1. Korintubréfi 2, megi þetta vera tími trúar þar sem við sækjum djarflega fram, hugleiðandi dýrð Guðs Elohim, sem hefur undirbúið eilífa framtíð í yfirskilvitlegum heimi, þar sem auga hefur eigi séð, eyra eigi heyrt og í huga manns eigi komið upp. Þegar trú okkar á framtíðina veikist, dvínar framkvæmdageta okkar. Hvað gerist ef trú manns á framtíðina er jafn sterk og trú Jósúa? Hvað myndu þeir segja virki Jerikó sem virtist óvinnandi? Þá hefðu þeir trú til að segja, þeir eru brauðvort. Jósúa trúði á þá sigursælu framtíð sem Guð hafði búið þeim. Þar sem aðrir trúðu ekki á framtíðina sem Guð hafði lofað, sögðu þeir, þeir eru of stórir. Við erum eins og engisprettur og þeir eru eins og risar. Þetta voru orð þeirra sem ekki trúðu á framtíðina sem Guð hafði fyrirbúið. Þar sem trú þeirra var ekki verðug þess að komast inn í Kanaanland, tortímdust þeir allir og féllu að lokum í eyðimörkinni. Hvað kennir 10? Kafli fyrra Korintubréfs okkur, með aðstæður þeirra sem dæmi. Það kennir okkur að verða ekki eins og þau. Verið ekki eins og þau, heimsk og vantrúið á þá framtíð sem Guð hefur fyrirbúið ykkur. Er það ekki ástæðan fyrir því að allt þetta var skráð í Biblíuna fyrir okkur? Hver verður framtíð þeirra sem á jörðu búa? Hver er þá framtíðin sem við stefnum að? Hvers konar framtíð bíður okkar? Jósúa og Kaleb höfðu staðfasta trú á framtíð sína. Þess vegna stóðu aðeins þeir tveir staðfastir fyrir hinum og sögðu, þeir eru brauð okkar. Guð er með okkur. Vernd þeirra er horfin. Var það ekki óbilandi trú þeirra sem leyfði þeim að tala svo rólega og af öryggi? Kæra fjölskylda okkar í Síón, ég bið þess innilega að árið 2026 megum við öll, sem himnesk fjölskylda, halda áfram í trú á framtíðina sem Guð hefur búið okkur og umhverfið sem hann hefur skapað okkur til handa. Í vonum að þið hafi hlotið mikla náð vil ég ljúka prédikun dagsins. Þakka ykkur fyrir.